Við ætlum að halda áfram með verkefni 1 frá því sem við byrjuðum í seinasta tíma og gera það bara í samhengi við námsefni þessara viku. En námsefni, nú er ég alltaf að loka hluti sem ég ætla ekki að loka, ef við kíkjum yfir það og ræðum það aðeins, þá fyrir við aftur hérna yfir á vikunar, hérna vika 2. Það er Node.js og það er bara þetta, kynning, atburðir, það er þessi event loopa, ég líka að vísa í hérna vídeóið með Jake Archibald það. Það eru nokkur APIs sem standa til boða í gegnum hérna Node.js. Svo er það sérstaklega sem file system og promises. Við vorum að skoða þetta í sensta tíma og ég ætla að halda bara áfram að gera það í gegnum dæmi. En ef þið viljið síðan fá einhver ákveðin dæmi, þá eru hérna nokkur dæmi sem að fara nánar yfir þetta. Og þá getur við bara opnað eitthvað eins og til dæmis, buffer, til dæmis eins og Node.js nota buffer sem er í raun bara hérna hex representation af strengjum sem við erum að vinna með. Og þá er það í raun hérna 2 bæti per staf og þá getum við skrifa hérna einhver eigin buffer og fengið út hello af því að þetta er hex gildi fyrir þann staf í UTF-8. Þannig við getum unni með svona, það er hægt að vinna með svona unsigned integers eitthvað í vefnum, það er ekki alveg, og það er, hef ekki gert það, en þetta er svona first class citizen í Node sem leyfir okkur að vinna nánar með gögn. Og svo er hérna bara einhver dæmi async og await og þá eru bara hérna hvernig er dæmið, hvernig keyrum við það og hvað ætti að gerast og hvað er þetta dæmi að gera. Síðan erum við með aðeins einingar, við tölum aðeins það líka í seinasta tíma og hérna eru dæmi hvernig við notum CommonJS og ECMAScript modules, hvernig við notum NPM og hvernig við getum gefið út einingar á NPM og aðeins hérna JS-doc. En sama, förum aðeins bara yfir það í tímanum saman í samhengi við verkefnið. Og svo lokum er það prófanir eða test og það er svona smá fyrirlestur það og svo er dæmi 3 mismunandi leiðir til að keyra test. Það er komið núna í Node 22, komið svona testrunni bara innbyggður í Node. Svo er Jest, það sem ég hef notað síðustu ár og svo er komið núna og er bara mjög fínt sem er bara vít-test sem er frá sömu að gera vít og það eru dæmi það hérna svona grunnupplýsingar á verkefnum fyrir Node.js fyrir alla 3 leiðina til að setja upp test. En ég ætla samt að geyma þetta þegar ég hef ekki notað þetta nógu mikið þess að ég man ekki nákvæmlega hvernig alla skipanirnar eru, þannig ég ætla að hafa hérna þetta dæmi opið og þá er hérna hvernig ég keyri þetta. Og ég ætla að gera þetta núna með ykkur og þá talaði líka í gegnum það. Ok, þannig að námsefni þessara viku, ef við byrjum það saman við verkefnið og förum bara aðeins inn í matið, þá ættum við að geta að segja hérna að lestugagna og þetta. Þetta er bara eitthvað sem við gerum með file system virkninni og þetta sem er hérna í þessum dæmum, en þetta með að ógild gögn hunsuð og það þurfum við bara að forrita. Þannig að þar þurfum við að rifja upp hvernig við forritum bara í JavaScript. Svo er það birting gagna og HTML búið til. Það er aftur bara forritun, við þurfum að sjá hvernig við ætlum að gera þetta. Og svo þurfum við að setja upp hérna vít fyrir framenda, setja eitthvað grunn fyrir CSS og fyrir JavaScriptið. Og svo þurfum við að tengja þetta einhvern veginn saman, en við ætlum líka að skrifa smá próf og þau sjáu hérna að þetta er ekki stór partur af verkefninu. Og svo þurfum við að setja þetta allt saman, við þurfum að vera með ESLint og við þurfum að láta deploya og með GitHub Actions. Þannig að ég ætla að geyma þetta og kannski þetta þangað til í næstu viku, leyfa ykkur aðeins að setja með það. Aðeins að rifja upp, þetta hérna er náttúrulega eitthvað sem við fórum yfir í Webfortune 1, þannig að þið getur bara rifjað það upp, kannski fengið smá aðstoð í dæmitímum, ef þið eru með eitthvað þá getum við talað það í næst tíma. En ég ætla núna að taka þetta hérna sem er 50% af verkefninu, sem er bara þetta að lesa gögnin, validata gögnin og birta gögnin. Ok. Þá, boltinn yfir til ykkar. Einhverjar spurningar? Varðandi það sem við vorum að gera í seinasta tíma og þið eru búin að skoða núna á viku. Ég myndi spyrja eitthvað en ég bara veit ekkert hvað það gerast. Ok, það er samt góð stöð að byrja á, eða þú veist, að vita með vitingin eitt, en þá er það, ok, hvað er það seinasta sem þú gerðir? Ég er núna að reyna að búa til HTML
síður Ok. við alla þessar JSON-skránar með spurningalistum. Ok. Ég gæti þá náði öll gögnin frá því og importa það sem HTML-skrá og reyna að generata í byrjun. En þú ert ekki að fara að importa þessum HTML-skjöl, þú ert að fara að sækja JSON-ið, túlka JSON-ið, við endum svolítið þar að við vorum hann að JSON parse til þess að fá gagnastruktúr sem við getum unnið með. Þannig að nú ert þú, mér heyrist þú, ef við bara einföldum þetta, að við myndum vilja geta gert index.html skrá og skrifa hann á disk. Já, skrifa hann á disk. Þannig að þegar einhver myndi púla kannski þetta verkefni á GitHub eða eitthvað og verður rennaði fyrsta skipti, þá myndi hann líka búa til fyrsta index.html skrána. Já, og þá þurfum við að setja líka upp hérna eitthvað tæki og tól, þannig að við myndum hafa eitthvað sem að keyrir þetta. Og við getum jáfnvel farið hérna alla leið og sagt bara, setjum þetta upp á Netlify og gerum þannig að við getum committa núna og við látum forritið okkar lesa index.json, taka öll gildin sem eru þar, skrifar út bara lista í eitthvað HTML-skjal og birtir það á skjánum, bara alveg, engin stílar og ekki neitt, bara þess að þá erum við búin að bora okkur í gegn í fyrsta svona, að það er að láta eitthvað birtast á Netlify. Það lætur okkur þurfa að hugsa nokkra hluti. Gott plan? Eitthvað annað sem ykkur dettur í huga að gera? Já, við getum parsað gögnin, við erum einmitt komið með og ég ætla að stoppa það aðeins við og tala aðeins að parsa gögnin. Síðan getum við tala nánar það, þú veist, hvað að vera með ógild gögn. Þegar eins og við sáum þetta seinast, við reyndum að, þú veist, þannig sem chat hjálpaði okkur við að búa til að það, þú veist, reyndi að lesa eitthvað sem var eitthvað undefined og það kom bara eitthvað villa og eitthvað svona. Við ætlum ekki að fara alveg þangað, við ætlum að bara byrja að lesa indexskrána og pikka út úr henni, skrifa það sem HTML og láta það gerast á Netlify. Þú veist, þetta er ein leið. Mjög stundum alveg fín. Þetta er alveg fín leið til þess að tjekka við nokkuð box. Það er alveg, ef þið gerðu þetta öðruvísi, þá gerðu þið alls ekkert vitlaust. Þið getið alveg farið líka á difftina og sagt, ég ætla að byrja á því að parsa gögnin og spá í hvað eru gild gögn. Við getum bara að sé hvað við gerum, en við getum byrjað á þessu. En hvað er þá að fyrsta, halda áfram bara frá það sem við vorum með í seinsta tíma. Já, ég ætla að geyma þetta aðeins ef ég man og fara yfir þetta eftir að dæmið úr, því að ég sagði ykkur, þið getið skoða verkefnið farið fyrir, það er rosalega keimlíkt, þetta eru sömu skrefin en allt annað efni, allt annað viðfangsefni, allt öðruvísi gögn, sömu skrefin. Og það er erfitt að lesa þann kóða alveg kaldur og vera bara eitthvað, hvað er í gangi en þið veit ekkert hvað er. Þannig að þið ættu núna að skilja aðeins meira og alltaf aðeins meira og þeir eru búið með verkefnið, þá getur skoðað sýnilsuna frá mér fyrir þetta verkefni eða sýnilsuna frá því fyrra að vera bara eitthvað, ég skil þetta eiginlega allt. Þá er það sem við vorum að vinna með í seinsta tíma, er hér í Ríbói og nú bara segjum svo að þið bara höfðu ekki tíma til að skoða þetta og ætla að skoða þetta núna í þessari viku og í næstu viku fram að næsta tíma. Þá getið þið farið hérna, afrita þetta, farið í, nú ætlum ég að nota iTerm sem er annars svona önnur skil sem er ekki terminal samt sem kemur með Mac stýrikerfinu, þá fáið þið terminal sem er svona alveg ótrúlega bare bones, svona alveg hvít og svona að því ég er með svona stilt upp þá lítur og svo illa út, þannig ég ætla bara að nota þetta. Ég ætla bara að fara aftur á desktop og ég ætla að búa til nýja directory sem heitir vf2 f2 bara fyrir fyrirlestu 2. Ég ætla að fara inn í hana og ég ætla að gera git clone. Þetta er það sem ég gerði þarna í loki núna, ég ætla að gera það fyrst núna. Núna er ég bara auðkendur með SSH líklega á móti GitHub, þannig að ég þarf ekkert að logga mig inn svona. Nú ger ég ráð fyrir að þið séu búin að finna út af þessu. Það voru 2 sem komu hérna og spurði mig í lok seinasta tíma. Þeir eru búin að hafa dæmatímana, þannig að nú ger ég ráð fyrir því. Þannig að ef þið eru ekki búin að redda því þannig að þið getið klónað og svona, þá myndi ég gera það, þú veist, mæti dæmatíma morgun og fá aðstoð eða þú veist, redda því fyrir næsta tíma. Svo get ég gert hérna code punktu sem þýðir bara Visual Studio Code opnaði punkt og punktu þýðir bara núverandi directory. Og ég segi já, treysti þessu og þá fæ ég hérna, gera smá mistök, ég ætla að loka þessu af því að ég ætla að gera code þar sem ég var að klóna. Enter og komin inn í það. Og þá aftur þá finnst mér gott að skipta bara yfir terminal hérna. Þetta er bara ég að vera bara eitthvað fastur í mínu verklagi. Þá ætla ég að segja hérna git remote -wav. Þá sé ég hérna, það er skilgreint origin remote sem er það sem ég var að klóna í burtu. En ef þið myndu halda áfram núna, gera commit og push,
ekki breyta þessu, þá myndið þið reyna að pússa inn í þetta repo sem þið hefði ekki aðgangað og þá fáið þið bara, hei, mátt ekki. Þannig að þið þurfið að fara og segja git remote remove origin, enter, ég ætla ekki að gera það, af því að þá fjarlægi, ég gerði þetta í lokinu á senstu tíma þegar við ætlum að ganga frá, svo þurfið að gera git remove, git remote, add origin, slóð á ykkar repo sem þið fáið þegar þið farið í GitHub og gerir create new repo undir ykkar notanda. Og þá getið þið farið að committa og pushað og þá fáið þið söguna mína. Þannig að þá fáið þið þessa hérna sögu. En þá getið þið síðan verið, ok, hvað er þá að gera ef að Óli gerir síðan eitthvað mjög töff sem ég vil fá frá mér, eða frá honum, tala sjálf mig í þriðju persónu, inn í það sem ég er búinn að klóna. Ef þið einfaldast væri bara að fara og copy-pasta það sem þið sjáuð og viljið nota. Það sem þið getið líka gert er að hafa fleiri en eitt remote. Það má alveg. Svo lengi sem þið hafa sömu eða sameiginlega sögu, þá getið þið pullað frá því. Það er svona smá auka, en ef ykkur langar, þá getið þið koma og við getum fundið út úr því saman. Það getur alveg skemmtilegt ef þið eru búin að hérna. En höldum fókus. Þannig við erum komin hingað. Við erum bara búin að setja upp, við erum búin að klóna og við vorum með eitthvað hérna, við erum með eitthvað readme. Ok, þannig núna það fyrsta sem ég hugsa, ef ég var að koma inn í þetta alveg, ok, hvernig keiri ég þetta? Hvað er þetta? Hvernig virkar þetta? Af því það er ekkert að segja mér hérna, þetta er forrit sem gerir svona, þó ég viti það alveg, en ef ég var að koma inn í bara eitthvað sem ég veit ekki alveg hvað er. Þannig þá er þetta gott hérna, keyrsla, keyrum með, og þá getum við sett eitthvað svona, bass, hérna, þá fáum við svona rétt syntax highlighting á þetta á GitHub, node main.us. Þá getum við segja hérna, ok, node main.us, það gerði hérna það sem við vorum að gera og við fengum þessa villu. Þannig að við erum komin aðeins lengra ef við vorum að tala um að ætlum að gera, en þá veit ég hérna, ok, ég keyri þetta svona. Þetta er oft fyrsta skrifið, bara hvernig keyri ég þetta? En nú er ég að gleyma einhverju, að ég gæti þurft að vera með npm install. Ég er ekki komið með neinn dependency hérna, þannig að eina sem ég þurfti var að vera bara með node. Og það var það sem ég gerði með senasta tíma, setja upp node. Þannig að ég geti líka sagt hérna, þarf node útgáfu 22 að minnsta kosti, keyri með svona, dúm. Nú er ég búinn að skila bara, þannig að ef einhver kemur inn í þetta, þá veit viðkomandi hvað að gera. Þetta er oft bara mjög svona einfaldur hlutur, en það er ótrúlega oft sem að kemur einhverjum bara, já, nei, þú sko að keyra þessa hérna skriftu og svo færðu ótrúlega langa skriftu í DM og Slack og bara eitthvað, ok, ég hefði ekki fattað þetta nema ég hefði eitt kannski 20 mínútur með það. 20 mínútur sem ég sparaði með því að segja bara strax hérna, hei, gera þetta svona. Þannig að við vorum komið með eitthvað hérna og við vorum komið með eitthvað read.json og við vorum komið með eitthvað main og við ætlum í raun að pása hér og við ætlum ekki að fara í það að vinna með, þú veist, gögnin úr þessu. Þannig að við erum með þetta index.json hérna, index data og við getum hérna, ég ætla að slökka á Copilot í bili. Ég ætla að gera hérna svo ég sjá þetta svona við hliðina á og ég ætla að minnka þetta aðeins svona. Ok, nú erum við bara samstæðu í senast tíma. Við erum komið þetta hér og við erum að tala um að markmiðið okkar væri að taka þetta hérna og setja þetta út í eitthvað HTML sem, þú veist, texti. Sjá, úps, þetta er aðeins svo stórt. Ok, þannig hérna vorum við bara að lokka eitthvað út sem við sýnum hérna og bara stróka þetta út og þá er þetta mainfall, það er bara það sem við keyrum með því að keyra node main.us. Þetta gæti heitið keyra forritið mitt, þetta skrá gæti heitið script.js. Ekkert af þessu skipti máli, það eru bara svona ýmsar venjur, index.json eða index.js, main.js. Þetta er eitthvað sem þið gætu séð, það er engar svona, þið verðið að kalla þetta svona. Og mainfalli hérna er keyrt hérna, já. Þannig að þetta er bara það sem segir keyrum forritið okkar. Ef við tökum þetta út, þá gerist ekki neitt. Bara forritið okkar keyrir, event loopan fer á stað
hún athugar, eitthvað sem á að gera, það ekkert sem á að gera, ég hætti, það ekkert á event loopinu og það ekkert, ég búinn að passa skrána, þá hættir forritið. Við munum síðan sjá forrit sem eru þannig að þau halda alltaf eitthvað á event loopinu, eitthvað á event loopinu og keyra endalaust og þá server, af því að hún bara, ég að bíða eftir einhver tengist við mig, þetta bara forrit sem keyrir einu sinni. Ok, main fallið, þá getum við farið hérna, ég get núna svona JS talk, keyrir forritið okkar, þá það hérna fyrsta, sækir gögn, staðfestir gögn, validation, skrifar út HTML og já, það bara það sem við ætlum að gera. Þannig að þetta hérna þá JS-doc comment, þannig að núna ef ég fer hér, hover yfir, þá sé ég þetta hérna, ég er búinn að skrifa documentation fyrir fallið mitt. Ef ég fer svo hérna og sé þetta, þá erum við búin að sjá hérna, þetta er file path sem any, skilur með promise sem any. Nú get ég farið hérna og ég ætla að segja sama hér, ég ætla að setja þetta og ég ætla að segja string, tab og ég ætla að segja skráin sem á að lesa. Einhver hluti vegna byrjaði að skrifa þetta á íslensku, stundum byrjaði að skrifa þetta á ensku og stundum á íslensku. Það er eitthvað sem fær einhvern veginn í hausnum á mig sem lætur mig gera. Nú er ég að skrifa íslensku. Þá er ég núna að segja þetta les skrá úr file path og skilar innihaldi. Ok, innihaldið á að vera strengur. Ok. Þá segir hún hérna strax, sko, þetta er ekki strengur. Af hverju er þetta ekki strengur? Nei. Þetta skilar alveg promise og er hérna, þú veist, þetta er svona mjög löng leið til að segja að þetta skilar promise og það er út af því að við erum búin að merkja þetta sem async function og async function gerir eitthvað sem tekur tíma og kemur tilbaka. Það sem við vorum að tala um í senasta tíma. Og þar alveg skilar þetta ekki streng, þetta skilar promise af streng. Þannig að það þarf að segja svona, promise af streng. Þá er ég búinn að setja núna þess að promise, sem er eitthvað interface hérna, sem er með eitthvað t, sem er einhver típa. Þetta hérna er svona, oh my god, alveg stóluðu mér hvað þetta heitir. Hvað heitir þetta í Java? Þetta er abstrakt interface, þannig að þetta er abstrakt típa hér. Þetta er bara eitthvað t. T getur verið strengur, það getur verið null, það getur verið number, það getur verið array af strengjum, það getur verið hvað sem er. Þannig að t er bara einhver típa sem við erum að fara að skila. Og promise segir bara, þetta er asynchronous aðgerð sem við munum taka tíma. Og þá getur við segja hérna, já, ok, sko, núna, ef við förum hérna í settings og JS check.js, ég er með kveikt á þessu. Þá mun hún athuga semantíkina í JavaScript kóðunum mínum út frá JS-doc kommentunum mínum. Ef ég slekka á þessu, þá gerir hún það ekki. Mjög gott að hafa kveikt á þessu bara þegar ég er að skrifa JavaScript kóða. Þegar ég skrifa þessu núna, JS-doc comment, og ég segi eitthvað, þá grípur hún það ef ég er að segja eitthvað og gerir svo eitthvað annað. Eins og hér. Hvað er núna komið red squiggly á og af hverju? Returnið. Því að við erum ekki skila neinn og skila null, en þú sagðir að við erum að skila promise string. En hvað er þetta hérna að skila? Skila promise of null. Þannig að þetta er að skila promise. Jú, þannig að við þurfum einhvern veginn að segja, þetta hérna fall getur skilað, nú sjáum við líka að hérna koma skjölin okkar, skráin sem að lesa og skilar innihaldi, en við erum ekki búin að taka afstöðu til þess hvað gerist ef einhver villa kemur upp. Og þá getum við sagt hérna, skilar null ef villa komi upp. En þá erum við ennþá, við höfum eftir að segja semantically, þú veist, hvað er það? Hvernig representum við það? Og þá getum við notað hérna sem sagt pípu og sagt eða null. Þannig að þetta þýðir eða null. Þannig að þá erum við búin að segja, þetta fall tekur streng
sem slóðin á skrána sem á að lesa, skilar innihaldi hennar sem streng eða null ef það komið villa. Og svo getum við sagt hérna, les skrá og skilar gögnum eða null. Og þá hérna, eitt sem ég ræddi við einnig með þetta hérna alveg undir lokin, með þetta try-catch. Hvenær myndum við vilja setja try-catch á hlutin okkar? Það sem við getum gert hérna væri að við getum fjarlægt þetta try-catch og við getum haft þetta svona. En hvað getur þá gerst ef ég kalla þetta með slóð og skrá sem ekki til á stýrikerfinu mínu eða á harddiskinu mínum? Nei, við bíðum ekki endalaust af því að það fyrsta sem stýrikerfið mun gera að athuga þessi skrá til. Það var bara villu þegar maður skila það. Já, þannig þá fáum við villu, en hvað gerist þá í forritinu mínu? Brotnar. Já, dýbra. Hvernig brotnar það? Brotnar það hér? Já, þú ert á réttri leið. Við þurfum try-catch til þess að geta, við fáum alltaf villuna, en við þurfum try-catch til þess að geta skilið eða meðhöndla villuna. Þannig hvað sem þessi kallar á read.json fær eitthvað rusl úr return-skipinu út af við vorum ekki búin að gera þarna return 0 ef eitthvað myndi fuckast upp og þá er það ekki mjög glatt og byrjar að... Já, þannig að þá það sem gerist þetta hérna mun keyra, þetta hérna mun keyra fs read file. Það mun segja, heyrðu, þetta skælir ekki til og það sem gerist þá það sem við sáum hérna að það kemur villa, það throw inn í þessu kalli hér. Það ekkert sem meðhöndlar það. Þannig að hvað gerist þegar það ómeðhöndlar villur með throwi? Þær ferðast upp callstackið. Það að segja, þær fara bara í falli sem að kalla þetta fall. Þannig að einhver kallaði þetta fall sem hér. Þannig að hérna kemur, ok, hér ekki neitt meðhöndlað þetta, þá förum við upp callstackin, hérna var kallaði main, það enginn sem meðhöndlar þetta, og þá fáum við erum búin með callstackin okkar, við erum komin á byrjunin á forritinu okkar, og þá fáum við unhandled exception. Exception sem fór allan callstackin og sprengdi sem forritið okkur upp. Af því að ef við meðhöndlum ekki villuna, og hún kemur upp, þá mun forritið okkar brotna á einhvern hátt. Ef við meðhöndlum hana, þá þurfum við að ákveða hvar ætlum við að meðhöndla hana. Hvar meikar það sens? Meikar sens að segja try-catch hér og segja það brotnaði eitthvað í einhverju af þessu sem við erum búin að tiltaka hérna. Það getur verið að ég er að lesa skjal sem ekki til, skjali getur innihaldið eitthvað bull, getur verið að ég hef skrifað villu í forritinu mínu. Það of vítt eða ekki. Of svona. Þá getum við farið og sagt, ok, ættu að setja try-catch utan þetta. Já. Gert eitthvað eins og ef index data þá myndi að hafa eitthvað error handling fyrir það, annars myndi við Já, en þá, þú veist, þetta alveg bara, þetta spurning, þetta svona meira rhetorical spurning en einhver spurning sem að þegar ég segja já, þetta rétt, af því að þetta mjög mismunandi eftir hverju við viljum ná fram og hvernig við viljum setja forritið okkar. Mín þumalputtaregla að þegar ég fer út fyrir forritið mitt og að kalla í eitthvað sem að frá, Node, einhvern pakka, einhverja vefþjónustu, einhvern gagnagrunn, að þar setja try-catchið mitt. Af því þar ég að fara yfir boundary af kerfum. Þannig að try-catchið mitt bara þegar ég fer yfir boundary. Hérna ég að fara yfir boundary þegar ég að segja lestu eitthvað á disk. Ég veit ekki hvað geti gerst, þú geti skilað með villu. Þess vegna setja try-catchið þarna. Ok, gefið það, hvað mætti gera í þessu falli til þess að gera það betra í að láta okkur vita ef eitthvað vitleysa kemur upp. Já, við getum, ef við segjum hérna, það kemur einhver villu upp og við skiljum null, en eitthvað hérna inni sem við mættum bæta, eða hérna sem mætti bæta. Console log, sko, við erum að nota console error. Ef við notum það, þá skrifum við það út í standard error sem að í stýrikerfinu, fer stundum í einhvern error log eða eitthvað sem
þú veist, öðruvísi en bara svona, hei, ég var að keyra upp töluna, eitthvað svona. Það mætti bæta þetta, það eitt sem við mættum gera. Þú veist, við getum í raun gert eitthvað meira hérna. En út frá því, þá hérna error reading file. Er það satt? Hvað geti gerst annað hérna ef þið lesi báða línurnar? Ef við höfum þetta línu fyrir línu hérna. Hvað gerist hér? Getum við, ef við þurfum að skipta eða svona, Mm. ef við getum ekki lesið og gögnin eru ekki í réttu formi. Já, einmitt, af því að JSON er vel skilgreint form. Hvað gerist ef gögnin eru ekki í réttu formi? Það kemur það error reading file. Þá kemur error reading file, en við erum í raun að segja, þú veist, við erum búin að lesa skjalið, við erum komið með gögnin úr því, þau eru bara í vitlausu formi. Getið þú kannski prófa að setja JSON parse data og ef það virkar ekki sérstaklega þá getum við sagt það var eitthvað af Já. fælinu sjálfu en þú náður að reada það. Já, akkurat. Þannig að þá segjum við, ok, þetta er í raun og veru eitthvað annað sem við erum að gera. Nú getum við þá refactora hérna og þá sjáum við núna strax út af því að ég tók þetta, þá vantar return statement og eitthvað svona. Þá segi ég hérna, try return JSON parse data catch error console error parsing data as JSON. Ok, og hvað er núna að? Þetta er bara JavaScript sem forritunarmál spurning. Hvernig virkar scoping? Já, hvernig er scoping í JavaScript? Þrjú scope, block scope, function scope og global scope. Það veit ekki hvað data er. Já, af því að, út af því að const er block scoped, þá const data er bara skilgreint fyrir þessa blokk nákvæmlega hér. En það er ekkert hérna sem við vitum, þannig að við þurfum í raun að gera hana aðgengilega fyrir þetta scope hér og taka þetta og segja þá data er hér og JSON parse hérna á data. Ok, ég er aðeins að hægja á hérna, en þú veist, þetta eru ótrúlega svona, maður gæti þótt ótrúlega svona eitthvað smávægilegar og svolítið svona, er þetta ekki svona eitthvað smámunarsemi? En þegar við fórum að skoða það, að keyra svona forrit og vita hvernig heilsan á keyrslunum er, þá munurinn á því að skjalið sér til eða skjalið innihaldi einhverja vitleysu er mjög mismunandi skilaboð og geta sparað okkur eða leitt okkur í vitleysu leið þegar við erum að debugga þetta. Og það er aftur þetta, við eyðum miklu meiri tíma í að lesa forritin okkar og við eyðum jafnvel meiri tíma í að debugga forritin okkar en að skrifa þau. Þannig að ef við skrifum forritin okkar, hugsandi það hvernig þau geta brotnað, þá getum við verið að hjálpa okkur í framtíðinni að finna hvað er að. Er það fylgja mér? Og þá er það hérna, þú veist, núna erum við allt í einu búin að stækka þetta upp í eitthvað svona. Þú veist, 2 try-catch. Þú veist, nú vitið allavega af hverju. En það má líka alveg vera debatt um það að þetta skiptir ekki máli. Við getum alveg hellt þessu bara saman í eitt og þetta bara virkar svona. Það fer eftir bara hversu langt erum við að fara í því að gera forritið okkar svona robust og geta tekist á við hvað sem er. Svo má líka fara hérna, ok, ég ætla að stoppa hér. Ok, núna samt eitt að lokum. Nú segjum við hérna string eða null. Ef við segjum hérna parsed, hvað haldið þið að sé típan á parsed? Svo ef ég hofra yfir eins og ég gerir hérna data, þá sé ég any, hvað haldið að sé á parsed? Það er líka any. Og any er bara þetta að við erum í JavaScript, við erum ekki með neina týpur, þá er allt. Þessi breyta getur verið fall, eða strengur, eða tala, eða null, eða undefined, ég veit ekki, það er bara any, það er bara allt. Og þá sjáum við hérna að þetta tekur við any og skilar any. Og þetta er svolítið erfitt þegar kemur að því að vera að vinna með þetta, því að þetta getur verið allt, hvernig á ég að byrja að hugsa um það. Þannig að það sem að við getum
sagt hérna er í raun að returna þessu að með því að segja þetta er any en við segjum þetta að vera strengur þá segir hún í raun að það komi út úr þessu strengur eða null. Þannig að við erum í raun að fara að vinna með þetta sem streng sem er í raun ekkert satt af því að við erum í raun að blanda saman í raun að lesaskjalið og parsaskjalið. Þannig að ég var að ljúga ykkur allan tíma. Þetta er ekkert hérna strengur. En þetta er strengur sem kemur úr þessu en þetta er bara eitthvað. Og í okkar tilfelli er þetta hérna fylki af strengjum. Ok, þannig að við ætlum að setja hérna unknown, við veitum ekki hvað þetta er. Þetta er bara eitthvað, við veitum ekki hvað er. Ólíkt any, þá getur þetta verið hvað sem er en við megum ekki bara vinna með þetta og segja bara eitthvað, hey, þú ert svona. Þá fáum við hérna, þetta er unknown, út af því að unknown étur líka nullið okkar og við vitum ekki hvað það er. Þannig að við erum núna komin út í hotn og þetta typing æventyr okkar skiptingunum innum máli en við munum skoða það nána þegar við skoðum TypeScript. Þannig ég ætla líka að reyna að vinda ofan að þessu og halda áfram með það sem ég ætla að setjast upp með. Eða nei, hérna, við ætlum að byrja því að gera. Þannig að núna keyrum við þetta aftur og við segjum, ok, hvað gerir ég núna? Ég ætla ekki svona. Við erum aftur með þetta hérna. Ok, hvað er að gera næst ef við viljum núna skrifa niður HTML skrá sem heitir index.html og innihaldið henni sé bara eitthvað. Við byrja að búa til tilvægsspillir sem heitir HTML skráin sem við viljum nota. Við getum gert eitthvað HTML file path. Það getur verið bara index.html. Ok. Hvað getum við gert meira? Nú viljum við skrifa eitthvað inn í hana. Við getum búið til breyti sem er eitthvað HTML content og það getur bara verið eitthvað HTML h1 hello heimur. Þannig að við viljum í raun fá þetta inn í skrá sem er þetta hérna. Þannig í staðan fyrir ég gerir svona og segi hérna index.html þá vil ég búið til forrit sem gerir þetta fyrir mig. Ok. Og hvar getum við náðið einhver tól til þess að leyfa okkur að gera þetta? Ef við skoðum hérna hvernig við vorum að lesa gögnin, hvað getum við þá gert til þess að skrifa gögnin? Akkurat. Þá segum við hérna fs. og þá getum ég byrjað núna. Ég þarf ekkert að vita nákvæmlega hvað er hérna en write er eitthvað, það er til write file. Ok? Þá segir ég hérna, þá fæ ég hérna einhverja skjölun. Þessi skjölun er líka skilgreind með JS-doc bara í Node og í öðrum forritum. Þannig að við erum með því að nota JS-doc þá erum við að skrifa og búa til eins og við erum að fá hérna. Þá sjáum við bara eitthvað rosa mikið hérna er eitthvað dæmi og eitthvað bara ok, rosa mikið en ok, write file. Þetta verður eitthvað promise, svo er eitthvað abort controller, það er áhugavert dæmi, ég getur skoðað það svona. Það er þá file name og svo eitthvað data. Ok, þannig við ættum þá bara að geta sagt hérna HTML file path, HTML content. Þá getum við séð hérna promise of void. Asynchronously writes data to a file, replacing the file if it already exists. Þetta getur verið hætta, þetta getur verið það sem við viljum. Ef við keyrum forritið oft og við erum alltaf að uppfæra index.html, viljum við ekki að sé alltaf bara uppfært með nýjustu útgáfunni af því sem forritið okkar er að skrifa. Allir líkitum. Data can be string, a buffer, async iterable or an iterable object. Encoding option is ignored if data is a buffer. If option is a string, then it specifies the encoding. Munið hvað encoding er? Hvernig það getur hvaða encoding við ættum að nota? UTF-8. Þannig þá getum við séð hérna þá getum við sagt, ok, ef það er strengur þá getum við sagt hérna UTF-8 og þá er þess bæði DAS-8 og bara 8. Og þá er það óið okkar verður rétt út af því að
ég að skrifa þetta sem UTF-8 og þetta mun þá verða kóðað inn í það sem keyrir sem UTF-8 strengur. Ok. Eitthvað annað sem við ættum að gera? Bara prófa að keyra þetta. Ok. Boom. Index.html. Ok. Upphrópunarmerki. Við sjá, setja hérna. Og gert svona. Keyrt þetta. Yfirskrifa skrána. Nú erum við fann að skrifa þetta. En nú kemur aftur þetta sem ég kannski skauta svolítið yfir núna en ég er búinn að tala um. Hvað ef að ég ætlaði að segja hérna foo bar index.html? Hvað gerist núna? Já. No such file or directory open foo bar index.html. Nú ætlum ég að skauta yfir það að villum við höndla þetta og ég ætla að leyfa ykkur að spá í því út frá því sem við tölum áðan með hitt. Ok. En ef við erum að hugsa hérna main eigi að vera svona, þetta er svona orchestrator. Þetta er hérna svo sem stýrir flæðin í forritun okkar. Gætum við einhvern veginn refactora þetta núna til þess að gera þetta meira kannski svo skrefin hérna. Þú veist, við erum að hugsa hérna, þetta er kannski svolítið mikil detail að vera að gera write file hér. Skera með sér function fyrir það. Sér function. Þá getum við bara byrjað að refactora með því að segja bara svona. Og við getum sagt hérna const, eða við getum bara sagt write html index data og þá getum við búið til nýtt fall hérna, það er async af því að skrifa skrána er async og þá segjum við write html og þá fáum við eitthvað data og við gerum eitthvað hér og gerum eitthvað data í bili og þá getum við líka sagt ok, vitum við, þú veist þegar einhver hérna búinn að taka forritunarmál, hvað er aftur sem að Snorri notar alltaf? Fyrirskilyrði og eftirskilyrði? Notkun fyrir eftir. Hæ? Notkun fyrir eftir. Notkun fyrir eftir, akkurat. Þetta er bara nákvæmlega það. Og þá erum við hérna, þú veist, þá getið þið hugsað, þið getið challengeað eitthvað inn í Snorra, sagt þetta tekur við data sem er string og þú veist, þá getur við sagt það hérna, eða þið getið sagt hérna notkun fyrir eftir index.html er til fyrir, ég man ekki hvað er, það er verið að data er strengur með html, notkun write html, ég er ekki alveg þarna en hérna eitthvað, eða þið getið þú veist skrifað lýsinguna fallin hérna, skrifa html fyrir yfirlit í index.html. Þetta er gögn til að skrifa og returns, það var spurning, einhverju? Skilar þetta einhverju? Ætti að skila skjalinu og það ætti að koma út. Nei, það skilar ekki, það býr til skjal. Það býr til skjal, akkurat. Þetta er bara, þú veist, við ráðum, við erum að skrifa þetta forrit. Við getum sagt bara hérna, skilar okkur sama og write html sem er promise of void. Þannig skilar engu. Promise. Þá sjáum við hérna promise of void þá getum við sagt þetta hérna nema þetta er unknown og það er ekki strengur þannig núna er þetta að fara að segja okkur hérna hei, þú vorst að púsla þessu saman þetta er ekki alveg rétt hjá þér hérna varandi típunar þú vorst að segja að hérna er komin strengur en hérna kemur inn eitthvað sem er óþekkt þannig að hugsanlega myndum við vilja bæta við hérna þessu hérna skrefi sem er að staðfesta gögnin okkar og við ætlum ekki að gera Við fara að taka okkur smá pásu. Þá séum við sagt hérna index data, hvernig þetta hérna kannski bara index JSON, að þegar við erum að segja read JSON, þá er index data er parse index JSON, sendum það inn hérna, þá getum við sagt þetta hérna fall, að það ætlar að vera bara venjulegt fall, af því það er bara eitthvað sem við ætlum að skrifa. Það tekur inn data og return
data, við erum ekki búin að útfæra neitt. Það tekur sem sagt unknown og skilar string eða null. Og þá getum við sagt hérna, að því núna erum við komið eitthvað hérna, við erum að taka inn unknown, það er string eða null. Þá getum við spurt þetta, if data, if type of data, jafnt og string, return data. Þá vitum við að data er strengur, annars gerum við return null. Ok, þá er hérna, já, af því að núna er þetta er rétt hérna, ég er að gera bug. Þetta á að vera svona. Þannig ef þetta er strengur þá skilum við þessu sem streng, annars skilum við þessu sem null. En nú erum við búin að taka það sem er óþekkt og skila því sem streng eða óþekkt. En við vitum líka að þetta er svona, þannig að við viljum sikkert að segja að þetta er array af einhverju. En ég er aftur að tapa mér í þessu, ég er að reyna að gera þetta eins og ég vildi gera þetta, en ég ætla að gera þetta eins og þið vildi gera þetta. Ég ætla að reyna að ná einhverju núna, en ég þurfi bara aðeins að taka pásu og hreinsa mér hausinn. Tökum okkur pásu í svona 10 mínútur og höldum svo áfram í þessari vegferð okkar.